Það alveg saman hvaða tækni ef maður ekki komið með standa og alla greiði þá breytir því samt ekki að maður bara Orri tökumaður The sound guy as well Ekki í svona venjulegum skilningi heldur það bara heyrist alltaf í En komið sæl og blessuð og velkomin í Hátíð. Hátíðinni, nýr þáttur sem fer yfir hámenningu, háa hluti sem geta samt fundist á lágum stöðum. Halleluja. Við erum strákarnir úr Awoken, Syndubolinn. Ég Daniel. Ég Finnbjörn. Og við ætlum að kíkja á 1000 orð stuttmyndina með Bríeti og Birni. Rosalegt verk sem að við okkur finnst vera bara, fólk vera að sofa aðeins á. Sáum það að það var bara 8.000 mann sem hafa séð myndbandið og við bara, hjarta tók kipp. Við ætlum að kíkja á þetta, við ætlum að ræða plötuna, við ætlum að ræða af hverju þetta hreyfir við okkur, af hverju okkur finnst þetta að vera hátíðinni og tjekkið á þessu hvort þið séu sammála. Fyrsti dagur endans. Fyrsti dagur endans. Fyrsti dagur endans. Fyrsti dagur endans. Woo! Vá. Þetta er gott. Þetta er svo fallegt. Þetta er rosalegt. Þetta vann þetta til íslensku tónlistarverðlauna sem besta myndbandið og platan fékk mikið lof. En eins og ég sagði, mér fannst og hefur fundist þetta hafa verið farið eitthvað samt undir radarinn, skilurðu. Ja, klárlega, sko. Eða allavega svona, kannski meðaljóns, skilurðu kannski. Já, og listaheimurinn hafi séð þetta en Jón út í bæ var ekkert mikið að spá í þessu. Ég veit að ein vinkona mín kemur reglulega til mín og hún er brjáluð yfir því hvað fólk að sofa mikið á þessu. Ég bara skil ekki á hverju fólk ekki að tjekka á þessu. Já. Og svo, þegar maður horfir á myndbandið, hvað þeir ná að fanga þessa hugmynd, þau eru náttúrulega að fjalla ástina og ástina á stað sem að hún á kannski lítinn séns, skilur, frá upphafi. Já. En það er fyrsta lagið, fyrsti dagur endans. Já, sem ég held að væri fyrsti dagur andans. Já, það hljómar svolítið. Og ég var á hinum meginn fyrsti dagur endans. Fyrsti dagur endans. Franska lagið On love, on dance. En það var ekki það, sko. En já, byrjar á þessu, fyrsti dagur endans, fyrsta lagið. Pródúserað Þormóði sem að, það eru margir eiginlega bara þotulið af fólkinu sem að, pródúserunum sem koma þarna við. Og, Magnús, Jón Raserið og sem eru meðal annars á þessari plötu líka, þannig að production á þessari plötu, soundheimurinn, allt bara ógeðslega flott. Sagan þeirra, hvernig þau ná að búa til þetta, það er ekki oft sem ég á oft erfitt með að ná textunum í fyrsta, en ég náði samt strax sem gerist ekki oft, þar sem ég áttaði mig alveg á hvað er í gangi. Þetta er samband, stelpan er að hitta strák, þau eru bæði ástfangin, hún vill bjarga honum, en hann er að segja við hana bara, mér verður ekki bjargað, ekki úr þessu, skilur. Og þetta fjallar svona pínu, fjallar að öllu leyti það, skilur, hvað er þess að brengla ást sem að maður hefur kynnst sjálfur og tengir mikið við, skilur, og var ofta erfitt að hlusta á og heyra og þau gera þetta á svona ótrúlega fallegan hátt með þessum myndbandi og meiri segja í myndbandinu náðu að byrja, skilur, allt í blóma. Já, fegurinn bæði, þeir eru á milli, þeir eru að svona synda hana. Já, svona pínu svona viðkvæm að vera að setja textana á milli og síðan byrjar þetta, komað inn í sundlaugina og hvernig ástin er fallegasta lagið á plötunni hana sem að Magnús Jóhann pródúserar með henni Bríeti og já, draumurinn. Já. Með vocoderinn og já. Og og svo fer þetta af stað, skilur við. Og og þá kemur einhver bara Já, kemur fyrsta lagið sem er bara og það bara kveikir í manni, skilur við. Það er svo mörg lög á þessari plötu sem kveikja í manni bara og beatinn eru bara off the hook, textanir, laglínuna hjá henni Bríeti. Ég líka bara, ég vissi ekki að Bríet væri svona góð leikkona, sko. Hey,
Eigum við að byrja að ræða það, Já. bæði þau, bara Þau Birnir, bæði, náttúrulega Birnir líka. annarkvort þetta sturlaða leikstjóri sem Já. hann líklegast, Já. en hann ég vil nú meina að þú getur ekki kennt rottu að vera manneskja, skilur. ekki nema í Ratatouille og þá allt teiknað, skilur. Við þekkjum það nú bara sjálfur að komandi úr undirheimum Reykjavíkur, skilur. Rotturnar eru víða og við reynum að vera mennsk en við getum það bara einhvern veginn ekki. Já, það er erfitt, það er flókið verkefni. Já, í óheiðarleikunum og allt það, skilur. Úff. En en allavega, það skín bara svo í gegn hvað þetta vel heppnað verk, skilur, hvað þau náðu að leika vel, hvað maður trúir berskjölduninni hjá þeim og hún náttúrulega bara eins og hún skilur, alveg bara fangar mann alveg á stóra tjaldinu eða hvíta tjaldinu, hvað maður segir núna. Símaskjánum, það ekki komið þangað núna? Það eitthvað hvíta tjaldileikur, skilur. Á litla skjánum. Fer enginn í bíó nema það sé Spiderman eða eitthvað. Já. En það ógeðslega margt í þessu sem að gengur upp og það finnst mér bara einhvern veginn svona, synd að það skuli ekki hafa farið einhvern veginn lengra út, skilur. Og maður spyr sig, þetta of djúpt eða hvað það sem að einhvern veginn hittir ekki alveg. Eru við kannski bara ekki kringum nógu mikið af fólki sem að spá í tónlist sem að í svona verki? Það er nefnilega málið með það þegar maður gefur út eitthvað svona, skiptir í rauninni engum máli hvað þú ert að gefa út, eða svo lengi sem það eitthvað svona list, skilur, að við getum einhvern veginn bara ráðið x mikið af faktorunum að þessu, síðan það má bara sleppa þessu út í alheiminn og stundum, kannski var þetta bara gefið út sama dag og Justin Bieber gaf eitthvað lag út, skilur, og þá bara too bad, skilur. Og svo náttúrulega líka mælistikan spilanir í útvarpinu? Já. Eða það verðlaun á tónlistarverðlaunum? Eða það að hreyfa við fólki eins og okkur, skilur? Eða eins og fyrir okkur að við erum að gefa út tónlist, skilur, og við höfum rætt þetta, skilur, og við höfum náð að sýna einhverjum vinum okkur þetta og það hefur hreyft við þeim, skilur, og þá einhvern veginn sigurinn unninn, skilur, að það hefur gefið einhverjum eitthvað, skilur, það einhvern veginn nóg. Og þetta svo sannarlega gerir það, segjum við okkur, enda færa það háa einhvern, að hæðstu einhvern, að koma í þáttinn hátíðinni. En það margt gott í þessu, margt gott í productionu, bæði skemmtileg nálgun, nota element, eins og í einu laginu Stalker, sem að mér fannst skemmtilegt. Það sem að í breakdowninu á kaflanum, í breakdown-kaflanum, að þá byrjar hi-hatin að fara úr takt sem gerir það svona mjög óþægilegt, skilur. Maður missir svona sjónaræði hvar lagið á einum, skilur. Og síðan heyrði ég eina bestu línu plötunar. Það var frá hann Birni, viti menn, maðurinn með orðin. Þarf eitthvað annað en að flakka á milli meðala því ég finn það breyta mér í meðalmann. Vá. Ég tengdi við það. Já. Svona hugsaði maður. Já. Maður gerði það. Já. Áður en maður kynntist Guði og hátíðninni, skilur. Og og það líka, að því að mér finnst þetta rosa mikið on the nose. Ég veit ekki hvort að það hefur verið ætlunin hjá þeim. En þetta fyrir mér lítur út rosa mikið eins og ástarsamband milli einmitt alkóhólista og meðvirkrar manneskju, skilur. Og og einmitt svona hvað þetta var svona fallegt og mikið og stórt í byrjun og af því að þetta var svo fallegt og mikið og stórt og heitt og brendi svo hratt í byrjun að þá var það svo fljótt í að verða, hvað maður segja, ofsafengið í hináttina, skilur. Mér finnst bara að fanga þetta rosa vel og ég bara, mæli með, ef þú ert ekki búin að sjá 1000 orð stuttmyndina, ef þú ert ekki búin að hlusta á 1000 orð plötuna, þá mæli ég með og gefið þér 30 mínútur af deginni innum einhvern tímann og sittist niður og blastir þetta, sko. Út af því að þetta er svona high level shit, það er bara þannig, sko. Þetta er Hátíðinni. Endilega kommenti hvað þið viljið heyra, hvað þið viljið að við reviewum og við vorum að fá bóli. Já, við vorum að fá bóli hérna
Og já, endilega segja ykkur, ef það einhver lög sem að hreyfa við ykkur og ef þau hreyfa við okkur líka, þá tökum við þau fyrir og ræðum þau í þaula fram og tilbaka. Halleluja. Halleluja. Þar til næst.